Viktorandleg fræði, 11. kafli, innri breytingar. Fljótlega eftir að hinn andlega opnun hefst, þá eiga sér stað miklar innri umbreytingar. Viðkomandi byrjar að finna fyrir kærleiksorku í líkamanum, þó mest í höfðinu í upphafi ferils. Einnig finnur hann fyrir meiri léttleika innra með sér, með minnkandi áhyggjum og kvíða, og óttinn fjarar hægt og rólega út þótt það taki tíma. Einnig geta átt sér stað miklar sveiflur á tilfinningasviðinu þar sem mikil sorg og eða gleði og hamingja koma á víxl. Mikið ójafnvægi á sér stað í líkamannum sem og á andlega sviðinu þegar hér er komið. Egóið er enn að berjast fyrir stöðu sinni og leið kemur sálin meira upp á yfirborðið og sýnir sig í fasi og viðmóti viðkomandi sem og í hugsunum. Þessi víxlverkun sálar og egós skapar mikið ójafnvægi. Viðkomandi hefur á þessum tímapunkti mikla þörf og löngun til að vera einn með sjálfum sér, fjarri allt og öllum. Meðan þetta ójafnvægi gengur yfir er mikilvægt að vera einn stund, en þetta mun síðan breytast og löngunin til að vera með fólki mun aukast á nýjan leik þegar lengra er komið. Svefnvenjur geta raskast og þörf fyrir mikinn svefn er ekki óalgengt þar sem mikið líkamlega átök eiga sér stað sem og andlega. Mikill svefn hjálpar einnig við að koma jafnvægi og ró og tauga og orkukerfi líkamans. Mikilvægt er að hlusta á líkamann nú sem endranær og leyfa sér að hvílast þegar þreytan kemur yfir. Þá er líkamann að kalla eftir hvíld sem er mjög mikilvægur þáttur í andlegri opnun. Það er eitt stór þáttur í andlegri opnun að vera ávallt meðvitaður sjálfan sig, líðan sína sem og þær tilfinningar sem bærast í brjóstinu. Því þær bera mikið af upplýsingum sem vert er að hlusta á og fara eftir. Eitt af því sem breytist í muna við andlega vakningu og opnun er að viðkomandi hættir að lifa í gegnum hugsanir og rökhyggju og mun læra að lifa lífinu í gegnum tilfinningar sínar. Þá byrjar viðkomandi að flæða með lífinu á ljúfan hátt og fljóta með og njóta þess sem lífið hefur upp á að bjóða. Þannig lærist að lifa í augnablikinu án þess að óttast hið ókomna í framtíðinni, né að draga upp neikvæðar minningar og fortíð. Þegar þessu er náð hefur viðkomandi öðlast mikið frelsi innra með sér, sem á bara eftir að aukast eftir því sem opnunin miðar áfram. Mikilvægt er að halda ótröður áfram og láta ekki innri átök og baráttu draga úr sér styrkin og máttin, né aðra og umhverfi draga úr sér kjarkin. Framfarirnar geta komið í skömmtum og oft á tíðum er eins og það sé ekkert að gerast og engar framfarir eigi sér stað, en á þeim tíma er mikið að gerast innra með viðkomandi þó svo að það finnist ekki. Síðan allt í einu koma framfarirnar og geta komið í stórum skrefum og að mikið gerist á stuttum tíma. Þá kemur mikil löngun að halda áfram því þetta virkar sem mikil hvatning á viðkomandi. Framfarirnar geta verið meiri orkuskynjun í líkamannum og breytt hugafari yfir í meiri jákvæðni, kærleika og léttleika. Það er líkt á vandamálin og áhyggjurnar hverfi smá saman úr lífi viðkomandi. Það sem áður olli kvíða, ótta og vanlíðan er hægt að gera það og slíkir hlutir verða léttvegari nú en áður. Þeir hlutir og atburðir sem áður sköpuðu áhyggjur og kvíða eru endi staðar. Það eina sem hefur breyst er hugafarið og viðhorfið hjá þeim sem eru að opnast. Á þessum tímapunkti þá má segja að egóið og sálin vegi salt og skiptist á að taka innri stjórn sem leiðir til mikilla tilfinningasveiflna sem geta tekið mikið á. Einnig eiga sér stað mikla líkamlegar breytingar þar sem líkaminn byrjar að opnast fyrir meiri og hærri orku en áður. Það byrjar að losna gamla orku sem situr í líkamannum frá fortíð, orka sem hindraður að ný orka komist inn í líkamann. Tíðni líkamanns er einnig að hækka í hægum skrefum. Þessi ferill tekur áviðkomandi og mikil þreyta færist yfir og þá er mikilvægt að hvílast vel þegar færi gefst og leyfa þessum
breytingum að ganga yfir. Því meiri hvíld sem hægt að veita sér, þeim mun meiri árangur næst og þessu umbreyting gengur hraðar yfir en ella. Tímalengdin á þessum ferli afar misjöfn frá manni til manns og það allt undir hverjum og einum komið hversu hratt þessu umbreyting á sér stað. Mikilvægt að halda áfram að hugleiða og biðja og vera ávallt meðvitaður hugsanir sínar, orður og gjörðir. Einnig gott að hreyfa sér reglulega og fara í góða göngutúra og notfæra sér þá til hugleiðslu. Með þessum hætti mun förin miða vel áfram og hinar líkamlegu umbreytingar sem og þær andlegu munu ganga yfir. Andlegu opnun og þær umbreytingar sem henni fylgja ganga yfir í hægum skrefum svo að hið andlega og líkaminn aðlægist breyttri orku og tíðni jafnt og þétt og á þeim hraða sem líkaminn og hugur ráða við. Tíminn sem þetta tekur ræðst að mestu hversu langan tíma hugarfarsbreytingin tekur hjá hverjum og einum. Því breytt hugafar og viðhorf til sjálfsins, annara og tilverunar hafa hér mest að segja. Einnig það líkaminn sem þarf sinn tíma til að aðlagast hærri orku og tíðni. Þessi umbreyting hefur áhrif á hverja einustu frumu líkamanns sem breytist og hækkar tíðni sína og orku. Því gerist þetta á þeim hraða sem líkaminn ræður við.